1,000 miles from comfort. We have traveled land and sea, but as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would away forever, exalted in the sea, as long as I am with you, my heart continues to be. With every step we take. Við erum velkomin á 39. Andrésar andaleikana. Við hjá N4 ætlum að fylgjast með þessu, fara víða, við ætlum að byrja að kíkja upp í fjall, en það var akkurat á þessum leikum sem að flestir okkar bestu skíðamönnum byrjuðu sinn feril. Fylgist þið með á N4. Ná mér hérna í hressan hóp af krökkum sem að fara hvað í leikjabrekkuna. Já. Og hvað gerið þið þar? Bara leikum okkur. Bara leika ykkur, ekki að fara að hita upp fyrir morgundaginn? Jú, við keppum. Og í hverju ertu að keppa? Stórsvíi held ég. Og hvað tekur svo við í dag? Hvað ætlið að gera meira í dag? Við verðum bara í leikjunum og svona. Ég var að hugsa að fara að prófa kannski línuskauta. Og hvað gerið þið svona áður að fara að keppa? Hvernig undirbúið ykkur? Hitum upp og svoleiðis. Þú ert að upplifa Andrésar andaleikana í fyrsta skipti, eða ekki? Jú. Og hvernig leggst þetta í þig? Bara ofsalega vel. Ótrúlega gaman að vera hérna með fjölskyldunni og eiga svona góða stundir saman. Og þú ert með hvað? 2 strákar sem eru báðir að keppa? Já, ég er með 2 stráka. Annar er bara að keppa, hann er 7 ára. Að keppa í fyrsta skipti á bretti og skíði. Og ertu ekki smá stolt? Jú, auðvitað. En það er bara aðalmáli samt að taka þátt og hafa það gaman og vera með öðrum foreldrum og börnum og hvetja hvort annað og bara eiga góða stundir. Það er aðalmáli. Og hvað gerið þið svona þegar skíða dæmið frá? Heyri, þá tekur hún eitthvað annað við. Það er nú fótboltinn og golfið og bara ferðalög, útilegur, gönguferðir. Það er alltaf eitthvað sem tekur við. Þannig að litli kall grætsu það ekkert þó að það fara nú að loka fljótlega? Jú, örugglega eitthvað. Þetta er svo ótrúlega gaman. En það tekur bara eitthvað annað skemmtilegt við, fótbolti og golf. Þú ert í Kjarnaskógi með fjölskylduna, eða ekki? Jú, við fórum þangað og það er yndislegt að vera í skóginum. Dóttir okkar er líka hérna á Akureyri, menntaskólanum, þannig að þetta er svona líka tækifæri að hitta hana, vera með henni. Og þið komið aftur á næsta ári, eða? Sjálfsögðu, nú er það bara næstu árin hér. Hlutverk lyftuvarans felst fyrst og fremst í því hér upp á pallið að tryggja það að fólk komist úr lyftun á réttum tíma og mikið það eins og í dag að það er mikið að hægja á lyftunni vegna þess að það er mikið að óunnu fólki og margir á svæðinu, mikið af börnum. Þannig að gott allavega að geta treyst á það að sé einhver að fylgjast með þessu. Já, og þetta eru tekið 1 eða 2 sko, það eru margir, það minnst ást til 2 á hvorum enda hérna núna og allt upp í 3. En hefur allt farið vel fram í dag? Engin slys en eitt svoleiðis? Ekki sem ég veit auðvitað verða óhöpp en ég hef ekki heyrt hann eina en þá. Og þarna erum við alveg að trufla því hérna? Erum við að stofna einhverjum í hættu núna? Nei, þið eru ekki að stofna einhverjum í hættu. Maður þarf samt að vera bæði hér á hægri og vinstri kantinum en þetta gengur vel bara. Og þú ert hérna bara frá hvað? Morgni til kvölds eða til 3? Já, ég vissi var nú ræstur óvenju seint út í morgun. En það verður komið upp veikindi bara en annars eru menn hérna alveg frá því fyrstu menn mættu hér klukkan 6 í morgun. En
Hvað svona merkilegt við Andrésar andaleikana? Þetta bara eitthvað sem í rauninni ekki hægt að lýsa en já, að koma saman, hitta svona marga og þetta náttúrulega ofboðsleg skemmtun og börnin hafa náttúrulega einstaklega gaman að þessu. Ég búin að króa af svolítið flott fólks, ég fann inn í súpu og eftir smá spjall komumst við að því að það svolítið mikið í þessa fjölskyldu spunnið. Getið aðeins sagt mér frá ykkar tengslum við fjallið? Já, við erum búin að vera hérna á Andrésarmóti minnstakosti 10-12 ár, alltaf fylgst með og finnst þetta náttúrulega alveg frábært. Og bara það sem verið að gera hérna fyrir krakka finnst mér náttúrulega alveg yndislegt. Og vera í svona veðri eins og í dag, það ekki hægt að hugsa sér neitt betra. Getið nokkuð sagt mér aðeins frá barnabarninu, Íslandsmeistaranum? Já. Það best að hún gerir það, sko. Sigurgeir Halldórsson heitir hann hefur nú verið oftar en einu sinni Íslandsmeistar á skíðum og hann er sonur, tengdasonur okkar en við náttúrulega segjumst vera af hans og amma. Alveg, númer 1. Það má. Já. Og hérna nú Anna Barnabarn, þú ert liðsstjóri, eða ekki? Jú, einn af mörgum. Og hvert hlutverk liðsstjóra? Bara að halda utan hópinn og taka fötin þeirra og koma niður og bara svona halda góðum anda í liðinu. Og þetta ekki bara skemmtilegt? Jú, þetta mjög gaman. En þið hafið nú sjálf verið svolítið í íþróttum, eða ekki? Jú, ég tel mig vera það því ég búin að vera í sundleikfimi, niður í sundlegu Akureyrar í 17 ár, eða 16 ár allavega. Og að lokum, ef þið þurftu að lýsa Andrésar andaleikurum í einu orði? Skemmtun? Já, mér finnst þetta alveg frábært. Skemmtilegt framtak. Ég finnst þetta bara dásamlegt að koma hérna hverju ári og vera hérna á Andrésar andaleik. Svo þjónustan hérna í liftunum, hún er alveg ótrúlega góð. Við vorum mjög hrifin af því. Þökkum fyrir það. Mörg ár að starfa með skíðafélaginu. Ég man nú bara ekki hvað þetta orðin langur tími. Ætli þetta sé ekki orðin einhver 14 ár. Hvað felst í þulustarfinu? Það nú bara að sitja hérna og tala í mikrofón og lesa upp hverjir að í brautinni að keppa og svo lesa við tímana þeirra líka. Hér eru margir að störfum inni sem úti. Það hérna tæknimenn sem á tölvunum, tímatökutækjunum og svo þarf að vera þaula sem les upp tímana. Og þú ert að fara að kynna í höllinni, segirðu líka? Já, ég ætla að kynna þar á föstudag og laugardag. Þar fer verðlaunafhendingin fram og svona kvöldvaka. En þetta bara gefur manni svo mikið að starfa með þessu félagi og það er bara félagskapurinn, það er bæði börnin og svo við foreldrarnir. Þetta gefur okkur gríðarlega mikið. Hvað er það sem að heillar fólk svona við Andrésar andaleikana? Þetta er náttúrulega einsdæmi, ekki bara hér á landi vil ég meina. Þetta er einsdæmi í heiminum að halda þetta stórt mót eins og við erum að gera hér í Hlíðarfjalli. Ég er ekki með það alveg á hreinu hvað er verið að keppa á mörgum stöðum í einu. Við erum að keppa hér fyrir ofan Strítu, við erum að keppa hér bæði í Suður- og Norðurbakka á sama tíma. Við erum að keppa niður í Andrésarbrekku, Hjallabraut. Það er verið að keppa í göngu, það er verið að keppa á brettum. Þannig að ég held að þetta sé klárlega einsdæmi og ég veit það í heiminum að sé hægt að starta á sama skíðasvæðinu þetta mörgum í raun mótum. Þannig að, og eins og kemur fram að þetta er yfir 100 starfsmenn sem koma að þess á dag, sjálfboðaliðar. Þannig að þetta er bara ótrúlega magnað, sko. Hver er þín uppáhaldsgrein? Það er svig. Ert þú sjálf í sviginu? Já, ég hef voða gaman að vera á skíðum sjálf og ekki enn komin í gönguna en ég hugsi ég farið seint á bretti. Herru, við erum hérna komið með sigurvegarann í gönguskíðum. Í hvaða flokk varst að sigra núna? Ég held að hann heitir 7 ára, ég er samt ekki alveg viss. Okay. Og ertu búin að vera að skíða lengi?
Já, ég held ég hafi byrjað 2 ára eða 3 ára og ég hef verið á skíðum. En fyrst þegar ég prófaði gönguskíði, mér fannst það rosalega leiðilegt. Ég vildi frekar kjósa söngskíði en svo bara hitti ég alla skemmtilegu krakkana á gönguskíðum og byrjaði á gönguskíðum. Þetta er ekkert fyrsta skiptið þitt á Andrésar Andaleikunum eða nokkuð? Nei, ég var í fyrra og vann þar bæði skiptin, fékk 2 bikara og það var bara mjög gaman sko. En þú ert skíðum líka eða ekki? Já. Og varst þú að keppa núna? Já, mér finnst gaman. En ætlar þú að vera skíðakona þegar þú verður stór eða varst þú ekki með einhverja aðra drauma? Ég ætla að vera skíðakona, mér finnst gaman að skíða. Og eru þau öll frá Akureyri? Nei. Þau eru frá Mosfellsbæ og ég er frá Ísafirði. Já. Ok, og hvað gerið þið þegar komið til Akureyrar? Við ætlum að fara í sund og fara í bíó og eitthvað. Mér finnst rosalega gaman í bíó og leika mér.